Í dag ég með 2020 árgeruna af Renault Master. Þessi bíl var að koma núna á markað algjörlega endurhannaður, bæði að utan og að innan. Hann býður upp á einstaklega góðan stað til þess að vinna á fyrir alla atvinnubílstjóra sem að þurfa bíl af þessum stærðarflokki í sinn rekstur eða í rekstur yfirmannsins síns og hann geti keypt sér annan Renault Master. Bílinn er algjörlega endurhannaður að framan, hann kemur hérna með nýjum aðaljósum, nýju grilli og nýjum stuðara og bara algjörlega nýr framendi. Mesta breytingin á honum hins vegar vélarnar sem í boði. Það verður núna í boði 180 hestafla dísilvél sem að ég með hérna í þessum bíl og ég get vottað það fyrir ykkur, hann gjörsamlega flýgur. Hann er enda tómur hjá mér en jafnvel þó ég væri með 2 tonn af frakt aftur í honum. Wow! Renault Master er mjög praktísku bíl. Hann kemur hérna með LED dagljósabúnaði og háum og lágum geislaða sjálfsögðu, en eitt af því sem er svolítið töffið hann er það hérna í framstöðurinn á honum hér. Þetta er svona stígi til þess að geta stígið upp og ég veit ekki, laga rúðuna eða eitthvað. Renault Master er alveg þokkalega stór bíl og kemur með alveg þokkalega stórum speglum. Þessi hérna spegill efri er bara venjulegur til þess að geta séð beint aftur fyrir sig, en svo ertu með þennan neðri hérna og þetta er gleiðhorna spegill. Hann er alveg eins hinum megin, þannig að svona blinda hornið sem að væri þarna einhvern veginn, það er ekki til. Þú sérð það í þessum hér, mjög hentugt við aksturinn. Að koma sér inn í Renault Master er ekkert mál. Hérna neðst í opinu er þægilegt og stórt þrep sem þú einfaldlega bara stígur í, kemur síðan sest í sætið, loka síðan hurðinni haldandi í handfangi hérna í sem er stórt, þétt og gott. Vinnuaðstaðan, hún er bara til fyrirmyndar. Á stýrinu er bara til þess að stýra hraðastillinum eða hraða takmarkaranum. Svo ertu með ljósatengi, fyrir framan þig ertu bara með gamaldags gott mælaborð. Síðan hérna í miðjunni, þar ertu með afþrengingarkerfi Renault, svo kallað Erling-kerfi og fyrir neðan það stjórntæki fyrir miðstöðun og alls svoleiðis. Stjórntækistakarnir eru stórir, þægilegt að snúa þeim, gott að vinna á þeim, jafnvel þó að þú værir í vinnuhönskum eða eitthvað svoleiðis. 6 gíra skiptingin er einstaklega mjúk og þægileg, stutt á milli gíra, stutt og hoppa á milli þeirra og bakkirinn hérna upp og áfram og allir þeir sem hafa unnið á sendiferðabíl eru sammála það að það er langt best. Speglarnir, rattirnir, bílstjórasætið upphitað þannig að mann verður ekki kalt á bossunum, nóg að geymsluhólfum allstaðar. Það er eitthvað meira sem maður vill. En það sem skiptir náttúrulega mestu máli við bíla eins og þennan er það að það sé ekkert mál að koma dóti aftan í þá. Hér eru 2 risastórar hurðar á Renault Master sem að leiða þig inn að þessu risastóra rými sem að fólk getur geymt dót í, eins og föt og fötur og fiðlur og flíkla og fleira. Renault Master er ekki bara með hurður að aftan, heldur en hann líka með hliðarhurðar. Þessi bíl er útbúin hurð bara hérna hægra megin, en það er hægt að fá hann, og ég mæli með því, að hafa hurðar báðum megin. Þannig að rennuhurð, sitt hvorum megin, það sem ekkert mál er að hlaða og gera og græja og dót. Ég hef aldrei unnið sem sendiferðabílstjóri þannig að ég veit ekkert. Alltaf þegar ég hef keyrt Renault Master þá hafi verið sæti fyrir farþega hér og hann hefur verið aðeins lengri. Nú, rennuhurðin opnast mjög vel, festist, þannig að hún fýkur ekki á þig eða ef þú leggur í halla fram á við þá rennur hún ekki á þig. Og hér er gatið bara kassalaga og fínt og gólfið er alveg flatt og ekkert mál að hlaða inn. Það eru ljós í loftinu, þannig að hann ætti að virka líka að íslensku vetri til í myrkri. Þessi bíl er á stálfölgum með svörtum hjólköpum miðunni. Það er hins vegar hægt að panta hann með svörtum álfelgum alveg með svona gulu í miðunni og það er geggjað kúl. Ef þú ert að leita þér að töff sendiferðabíl, hakaðu við það þegar þú ert að panta bílinn í aukahlutalistanum. Þetta ekki að grínast. Svo, hvernig er að keyra Renault Master? Jú,
Þetta bara algjör snilld. Annar gír, 180 hestöfl. Litla snilldin. Það vantar svona bámsi í sæti, en það hins vegar alveg svona dúnmjúkt. Það eins og svona nýbaka croissant á Café de Paris á Gare du Nord. Ég að keyra upp Svarthöfða í 4. gír. Litla tóið. Alveg þegar hann kemur í limiterinn núna með stilt í 50, það bara svona rennur maður fram á við. Þetta var Svarthöfði í 4. gír. Það afskaplega stutt á milli gírana og maður finnst svona eins og maður sé að skipta milli gíra í miklu minni bíl heldur en þessi er. Og þú hoppar á milli þeirra bara eins og ekkert mál. Og tóið úr vélinni er dásamlegt. Hann er hérna í 1500 snúningum núna og það kemur bara inn. Þetta er bara ekkert mál. Sæll, hvað þetta er næs. Ég veit að bíllinn er tómur hjá mér af því ég hef ekkert mikið að flytja. Ég ætti að vera að flytja eitthvað, þá væri það bara nafnspjöld. Þessi vél er samt alveg frábær. Hún hefur rosalega breitt togsvið, togar mjög skemmtilega og uppgefin 180 hestöfl og þú finnur alveg fyrir því. Þú finnur alveg að hún er að gefa það sem þú ert að búast við. Nú fleira sem það þarf að vera fullt af geymsluhólfum, helst alveg allt svona nóg til að henda. Það þarf að vera pláss fyrir vatnsflöskuna þína sem er í báðum hurðunum á þessum. Það þarf að vera pláss fyrir kaffibollaðinn sem þú ferð og kaupir á bensínstöðinni þinni og það er pláss fyrir hann. Það þarf að vera pláss fyrir svona hnéborð sem þú skrifar á og það er pláss fyrir það hér fyrir ofan mig og við hliðina á mér. Og þetta þarf alltaf að vera svona langt frá þér. Og það er það í Master. Það er ekkert mál að teygja sig í hluti og þetta er allt svona frekar nálægt manni. Það sem þetta þarf líka vera er auðskynjanlegt. Þú nennir ekki að fá vinnu á einhverjum bíl og þurfa að byrja á því að lesa eigendahandbókina eða googla hvernig keyri ég Master. Þetta á bara að vera þannig, þú kemur, sest inn og nota puttana þér. Og þannig er það í Renault Master. Hér eru öll stjórntæki, geðveitt einföld, auðskynjanleg og fín. Mjög þægilegt líka að stýra honum, þú nota bara einn putta. Það er ekki mjög lítinn þrýsting eða né heldur of mikinn. Mjög þægilegt. Þessi bíl hérna fyrir aftan mig er það sem er kallað millilangur. Hann hefur 10,3 rúmmetra flutningsrými en þú getur pantað hann í lengri útgáfu. Það þýðir að þá er hann með 13 rúmmetra flutningsrými. Báðir bílarnir bera 1400 kíló eitthvað svoleiðis en passaði þig þó að langi bíllinn ber aðeins minna af því að bíllinn sjálfur er þyngri. Leyfileg heimildarþyngd á þeim er einmitt 3,5 tonn. Það er ýmislegt í verðlistanum sem er áhugavert að skoða og hafa í huga ef að þú ert að pæla í svona Renault Master. Það er hægt að fá álista á toppinn til þess að bera dóta á toppnum á honum og það sem ég mæli sterklega með er að kaupa 270 gráðu opnun á afturhurðina. Þá opnast þær ekki bara svona beint út, heldur fá þær alveg svona, þú veist, jazz hands. Svo, Renault Master. Ef að þér líst á hann, kaupt hann.